Ef ég er með almennt efnahvarf þar sem A plus B eru í jafnvægi við C plus D, þá er jafnvægisfastinn fyrir þetta efnahvarf fundinn með því að finna styrkinn af C margfaldaða með fastanum þar fyrir framan og styrkinn á D á sama máta deilt með styrki A í veldinu litla a sinnum styrkurinn B í veldinu litla b. Nú ef við tökum dæmi þetta, þá ég væri með, segjum hérna 3H2 plus N2 er jafnvægi við 2NH3, þá væri þetta sama á A, þetta væri það sama á B, þetta væri sama á D, C segi ég, og D-parturinn hann dettur bara út, þar sem ég bara með 1 átt hérna megin. Nú þá er jafnvægislíkanið þannig að ammoníki kemur hér fyrir ofan, NH3 þá í öðru veldi, vetni kemur hér niðri í þriðja veldi og nitur líka og kemur það út á þennan hérna máta. Nú K-gildi sjálft getur verið mjög misjafnt, það getur spannað allt frá 8 sinnum 10 í mínus 40. veldi og upp í það að vera kannski 2 sinnum 10 í 81. veldi. Þannig að það hefur mjög vítt svið sem það getur verið á. En ef að K er mjög há tala eins og þessi hérna, þá þýðir það að nær öll sem sé hvarfefnin hafa færst yfir og orðið að myndefnum. En sé K mjög lág tala eins og þetta hérna, þá þýðir það að nær öll hvarfefnin hafa haldist hérna megin og hafa þá ekki orðið að myndefnum. Og ef K-gildi er svona sirka einhvers staðar milli 1, þá er svona hugsanlega nokkuð veginn jöfn skipting þannig á milli. En það er náttúrulega háð því hvernig jafnvægisformið lítur út. En kannski rétt að ítreka það að K-gildið er alltaf fundið þegar að efnahvarfið hefur náð jafnvægi. En það þýðir að við getum notað sambærilega jöfnu til að sjá hvort að efnahvarf hafi náð jafnvægi eða ekki. Nú ef við skoðum það, ef við setjum þá upp annað efnahvarf á sama máta, ef við köllum það núna Q, þar sem ég er með almenna efnahvarfið A plus B er í jafnvægi við C plus D eins og áðan, þá getum við búið til aðra jöfnu sem við köllum núna Q og hún er í sjálfum sér nákvæmlega eins og hin, nema í þessu tilfelli, þegar við notum Q, þá ætlum við að skoða hvort að þessi komi með jafnvægi eða ekki. Þess að ef ég tek sýni úr einhverjum gaskút eða einhverju hvarfaíláti og til kanna hvort er komið jafnvægi, þá get ég fundið styrkina af A, B, C og D, stungið inn í þessari jöfnu og fengið út á Q. Nú ef að Q er stærra en K, þá er ekki komið að jafnvægi og það þýðir að ég er með of mikið af efnunum C og D og efnahvarfið er ennþá að ganga frá hægri til vinstri. Nú ef að Q er minna en K, þá er með of mikið af A og B og efnahvarfið er ennþá að ganga til hægri. En ef að Q-gildir er það sama og K, þá hefur efnahvarfið náð jafnvægi. En til að sjá hvernig þetta er gert í praktík, bæði þá að finna hvarfakvótann og svo líka jafnvægisfastan, þá ætti endilega að skoða sýnidæmin sem eru í upplýsingunum hérna neðan.